Góðan dag, kæru félagar. Ég ætla að setja hér með fund nummer 328 í bæjarstjórn sveitarfélagsins Hornafjarðar. Hann haldur hérna í Ráðhúsinu og í dag fimmtudagur 14. nóvember. Fundin sitja Gauti Árnason, Hjördís Edda Olgeirsdóttir, Skúli Ingólfsson, Eyrún Fríða Árnadóttir, Guðrún Stefania Voppjörð Ingólfsdóttir, Ásgerður Kristín Gylfadóttir, Björgvin Óskar Sigurjónsson, ásamt Sigurjóni Andresinni, bæjarstjóra, Jónu Benný Kristjánsdóttir, sviðsstjóra stjórnsýslusviðs og Tjörfi Óskarsson sér útsendingu og hún Arndís Lára Kolbrúnardóttir ritar fundinn. Við göngum hér til dagskrár og fyrsti liður kynning á fundargerð síðasta bæjarstjórnar, það númer 327, hún hér lögð hér fram til kynningar. Þurfum ekkert að ræða hana held í neitt frekar, samt ekki það allt saman. Þá förum við í annan lið á dagskrá sem fundargerð bæjarráðs Hornafjarðar númer 1148 og á þeim fundi voru lagðar fram fundargerðir fræðslu- og frístundanefndar númer 118 og velferðarnefndar númer 36 sem og hafnarstjórn Hornafjarðar númer 267. Orðið laust Hjördís og svo Eyrún, gjörðu svo vel. Forseti og góða fundarmenn. Ég held taka til máls undir þessari fundargerð í mál númer 4. Mér langar að leggja til að bæjarstjórn geri bókun bæjarráðs af þessum fundi 1148 að sinni. Með leyfi forseta ætla ég að fá að lesa hana upp. Kjörstaðir fyrir komandi kosningar verða í Hofgarði, Hrollaugstöðum, Holti og Heppuskóla. Kjördeildir í Mánagarði og Heppuskóla verða sameinaðar í Heppuskóla. Vorið 2026 verður kjördeild í Holti sameinuð við kjördeild í Heppuskóla með tilkomu nýs þjóðvegs Hornafjarðarfljót. Takk fyrir Hjördís, við kjósum þessa bókun á eftir. Eyrún, gjörðu svo vel. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar, mig langaði að nýta tækifærið og tala undir fundargerð fræðslu- og frístundanefndar, máli 3. Þar fjallað nýtingu á frístundastyrk. Þegar þessi fundargerð var rituð þá voru eingöngu 67% nýting á frístundastyrknum og því ljóst að fjölmörg börn eru ekki að njóta þess fjárhagslega stuðning sem við veitum til þeirra svo þau geti tekið þátt í tómstundastarfi. Mig langar því að vekja athygli á því að þetta til boða og starfsfólk á fræðslu- og frístundasviði mun sjálfsögðu aðstoða fólk við að sækja þennan styrk eins og þörf krefur á. Takk. Takk fyrir Eyrún. Fleiri sem vilja taka til máls, Ásgerður, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Það fyrst hér undir lið 1 fræðslu- og frístundanefnd. Þar mál númer 4, móðurmálskennsla, sem heitir enda móðurmálskennsla 2022. En þarna kemur fram að í aðgerðaráætlun barnvæns sveitarfélags kveðið á að börn af erlendum uppruna fá stuðningu að efla sig í sínu móðurmáli. Og þetta tekið fyrir þar sem undanfarið hefði móðurmálskennsla verið styrkt í pólsku verið styrkt af þróunarsjóði innflytjendamála og því verkefni lokið, þannig að það verið að taka þetta upp og skoða hvað verið framhaldið. Fræðslu- og frístundanefnd tók ekki afstöðu til málsins að svo komnu en þetta var til umræðu í bæjarráði og þar vil ég bara ítreka það sem ég sagði þar að mér finnst bara mjög mikilvægt að sveitarfélagið komi til móts við þessa krakka, þessi nemendur okkar sem eru með annað mál heldur en íslensku að móðurmáli. En með hvaða hætti kannski þarf að vera mismunandi eftir því hvaða tungumál að ræða því að þetta þetta mismargir einstaklingar. Til dæmis í pólska hópnum eru margir og en svo í öðrum tungumálum eru færri. Þannig að það eru þetta bara
þetta er gert á ýmsan hátt hjá sveitarfélögum og ég bara vil ítreka það að við skoðum hvernig við getum komið til móts við þessa krakka því að við vitum það að ef að börn eru sleip og eru geta ræktað sitt móðurmál að þá eru þau betri í íslensku náminu og þá farnast þeim betur til framtíðar. Rannsóknir hafa sýnt fram á það. Þannig að mér langar að hnykkja því hér. Síðan er það í velferðarnefnd og það er liður 2 þar undir sem er öldungaráð sem ég er svo heppin að fá að vera formaður í þó ég sé alveg rosalega ung en ekki yngri en Skúli sem er starfsmaður nefndarinnar þannig að við erum 2 yngri kynslóðanir samt. Mjög gott að vinna með honum í þessu. Hér eru 2 liðir sem voru teknir fyrir á fundi ráðsins sem ég langar til þess að vekja athygli á. Og það er framkvæmd byggingar hjúkrunarheimilis sem er annar liður þarna. Það var óskað eftir því að öldungaráð tæki þetta mál fyrir og bæjarstjóri var gestur okkar á þessum fundi. Fór yfir hvernig gengur og hvað er framundan. Og eldri borgarar eru líkt og margir aðrir íbúar sveitarfélagsins mjög spenntir fyrir þessari framkvæmd og hvað er að gerast og hvernig gengur og það allt saman. Það kom fram þarna að áform eru að stefnt sé að því að skila nýbyggingunni til rekstraraðila áramót og það voru hafður upp með efasemdir það að það muni ganga og ég veit að bæjarstjóri hefur verið að huga að þessum málum þannig að það væri bara gott að fá hann hér á eftir til þess að segja okkur frá því hvernig gengur og hvenær megi búast við að nýbyggingunni verði skilað og svo haldið áfram með endurbætur þá á núverandi húsnæðin. Síðan er það liður 3 sem er endurskoðun aðalskipulags sveitarfélagsins. Þarna eru fulltrúar eldri Hornfirðingar að halda því að þeim bara óskum sínum á lofti það að það sé tekið til skoðunar í vinnu við endurskoðun aðalskipulags að huga sé að þeirra hóp að þörfum fyrir hentugt húsnæði fyrir eldra fólk og þá eiga þau við bæði eignarleigu og þjónustíbúðir og það var farið yfir það að í rauninni í skipulaginu er ekki verið að fara yfir hverslags húsnæði er á hverjum stað eða hvort að það er eignarhúsnæði, leigu eða annað slíkt. En að sjálfsögðu við úthlutun eins og nú kemur til með Hagahverfi að þá var ítrekað það sem hefur verið talað í bæði skipulagsnefnd og við aðalskipulagsvinnuna að skoða þörfina hjá þessum hóp þegar það farið í að úthluta og vinna nánar með svæðin. En þannig að það er bara ánægjulegt að sjá hvað eldri Hornfirðingar eru áhugasamir þessi málefni sem við erum að fjalla og með puttan á púlsinum og þannig ég vildi vekja athygli á þessum 2 atriðum úr öldungaráði. Takk fyrir Ásgerður. Sigurjón, þú bregðast við, já. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil þakka fyrir fyrirspurnina og tækifærið að geta aðeins farið í gegnum svona stöðuna á þessu stóra og mikilvæga verkefni, nýja hjúkrunarheimilinu okkar. Ég var einmitt á fundinum eins og Ásgerður sagði á 4 fundi hjá ráðinu þar sem að fólk óskaði eftir upplýsingum verkið og mig langar kannski aðeins að fara í gegnum hvernig staðan á verkinu er. Við sem að höfum séð húsið undanfarið að utan, það er eðlilegt að við hugsum að þetta hús verði ekki tilbúið næstu áramót, mánaðamótin desember-janúar eins og stendur í verksamningi. En það var bara að koma inn beiðni frá verktaka að fresta afhendingu á nýbyggingunni 3 mánuði. Það hefur ekki verið tekin afstaða til þessa ennþá, enda eru í gangi ákveðin mál þar sem að verktaki hefur farið fram á tafabætur vegna verksins og verkkaupar, það er að segja FSRE fyrir hönd ráðuneytisins og sveitarfélagið eru búin að gefa FSRE heimild til þess
að ganga til samningaviðræðna við verktaka tafabætur sem að helgast mest af því að teikningar hafa og voru í byrjun í raun og veru ekki að skila sér, hvorki verkteikningar né svona tæknilegri atriði, og það olli því að það hefur orðið töf á afhendingu hússins. Og þannig að það núna verið að vinna með það að ná heildar samningi við verktaka. Ég vænti þess að það verði veittur frestur til þess að skila húsinu þá af sér með þessari töf, og að það verði þá væntanlega tekið í notkun ef allt gengur upp 1. apríl. En það líka hugmyndin sú að reyna að lenda málinu þannig að heildarverkið dragist ekki. Það að segja klárist á næsta ári, það að segja breytingar á núverandi skjólgarði, núverandi hjúkrunarheimili. Annars svona allt í gangi núna, og það að sjá að utan að húsið sé mjög svona hálfklárað, en þegar inn komið að þá nú meira að gerast. Allir verktakar að leggja sig fram að skila góðu verki, og múrarar og flottefni að detta í hús, og við höfum von á því að gólfið verði flottað á morgun. Hönnuður búinn að samþykkja það að það verður ekki korkur settur á gólfið, sem hefði þýtt að við hefum þurft að hafa húsið í raun og veru í því ferli alveg í 2 vikur, og þá hefði ekkert annað verið gert á meðan. Þannig að það verður farin önnur leið og það búið að samþykkja það. En verkið í fullum gangi, það meira að gerast heldur en lítur svona við fyrstu sýn utanfrá. Allt á fullu innan dyra, og ég vænti þess að stemma á nýju ári. Þá munum við geta haldið gott partí og fagna með okkar besta fólki í þessu glæsilega húsi. Takk fyrir. Takk fyrir, Sigurjón. Talandi gott partí, þá voru ný góði partí í Skjólgarði núna í síðustu viku, og það voru að fagna 50 ára afmæli Skjólgarðs. Það var aldrei gott partí og ball með þessu eftir. Orðið laust, gjörið svo vel. Við erum í fundargerð númer 1148, fundargerð Bæjarós. Fleiri sem vilja taka til máls. Við höfum eftir að kjósa bókunina hjá Hjördísi. Þurfum við ekki að kjósa fyrst fundargerðina og svo bókunina sér? Jú, já. Þá ætla ég að loka fyrir umræðu þessa fundargerð. Þeir sem henni samþykkir viljast gefa merki. Nei, það öfugt. Það öfugt. Þannig komur reynslan upp hjá Ásgerði, það aldeilis gott. Ekki hvað við værum á henni. Jesús. Þá ætla ég að fá að lesa hér upp bókunina sem Hjördís lagði fram. Bókun þá slík að kjörstaðir fyrir komandi kosningar verði í Hofgarði, Hrollaugstöðum, Holti og Heppuskóla, og kjördeildir í Mánagarði og Heppuskóla verða sameinaðar í Heppuskóla. Árið 2026 verður kjördeild í Holti sameinuð við kjördeild í Heppuskóla með tilkomu nýs þjóðvegs Hornafjarðarfljót. Bókunin hér lögð fram, og þá ætlum við að kjósa hana væntanlega. Þeir sem henni samþykki viljast gefa merki. Bókunin samþykkt með 7, og þá ætlum við að leggja fundargerðina undir til atkvæða. Þeir sem henni samþykki viljast gefa merki. Samþykkt með 7. Takk fyrir þetta. Þá förum við í næsta lið á dagskrá. Það fundargerð Bæjarráðs nr. 1149, og undir henni eru nokkrar fundargerðir. Það á meðal fundargerð atvinnu- og menningarmálanefndar nr. 68, fundargerð umhverfis- og skipulagsnefndar nr. 87. Orðið laust. Hjördís, Eyrún, Hjördís, Eyrún og Ásgerður, gjörðu svo vel. Nei, fyrst bara. Já, gjörðu svo vel. Ég skil þannan valkvíða. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Mig langaði að taka til máls undir mál nr. 5, myndbandi vegna barnvæns sveitarfélags. Mér langaði einfaldlega að vekja athygli á því hvað ungmennaráðið okkar að standa sig gríðarlega vel.
Einn liður í innleiðingu á verkefninu Barnvænt sveitafélag sá að ungmennaráð skilar inn sinni skýrslu, ekki bara skýrslu stýrihópsins, heldur skýrslu ungmennaráðs hvernig verkefni hefur gengið. Nú ungmennaráð að vinna í því að búa til sína skýrslu í myndbandsformi og hafa tökur staðið yfir síðustu 2 daga. Af því ég sitt í stýrihópnum var ég svo heppin að fá að taka þátt í myndbandsgerðinni og ég hlakkaði rosalega mikið til að sjá loka útkomuna. Myndbandi verður bæði nýtt til þess að kynna stöðu okkar á verkefninu, en einnig bara til kynningar á landsvísu, bæði þá á verkefninu og sveitafélaginu sjálfu. Og mér finnst bara mikilvægt að veita því athygli hvað ungmennaráðið okkar að gera ofboðslega góða hluti. Takk Eyrún. Hjördís Gjörsvöld, þú varst næst. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætla bara að byrja að taka undir með Eyrúnu. Mér finnst ungmennaráðið okkar svo geggjað. Ég mjög spennt að sjá þetta myndband. Mjög spennt. En annars ætla ég nú að ræða mál númer 7 sem atvinnu- og rannsóknarsjóður. Ég viðraði áhyggjur mínar af fjármagni í sjóðinn, eða fjárskorti kannski öllu heldur, á síðasta bæjarstjórnarfundi. Og þaðan fór máli bara beint á dagskrá bæjarráðs, þar sem var afgreitt bara með sóma. Ágætis fjármagn kom í sjóðinn og ég veit, búin að sitja í atvinnu- og menningarmálanefnd, að þessir peningar munu nýtast í einhver mjög flott verkefni. Það alltaf eitthvað ótrúlega spennandi og sniðugt sem kemur inn í styrk umsóknum. Þannig að mér langaði bara að þakka bæjarráði fyrir að tryggja sjóðnum þetta framhaldslíf. Takk fyrir Hjördís. Ásgerður, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég get tekið undir með þeim báðum og ekki athygli á því að við Hjördís ræddum báðar atvinnu- og rannsóknarsjóð á síðasta fundi og það var brugðist mjög vel við, en síðan vorum við að fá tölvupóst um það að við brugðumst svo svakalega vel við að við erum að setja tvisvar sama peninginn inn í sjóðinn, því að þegar að starfsmenn rýndu aðeins dýpra í fundagerðir og flæði inn og út úr sjónum, þá kemur í ljós að þegar að Sláturfélagið var selt að það var ákveðin hluti af andvirðinni sem var sett inn í sjóðinn og annað sem fór í styrkveitingu sem var búið að lofa en hefur ekki farið að staða ennþá. Þannig að þessar 10 milljónir eru bara hluti að þeim komin inn í sjóðinn. Allavega 4 ef það eru 6 sem við vorum að lofuðum í styrk til Sláturhús Hornafjarðar, ég man ekki hvað það heitir, en allavega Sláturhús verkefnis. En eins og bara við vitum að þá hefur það verið í burðarlinnum en ekki fengið byrjundu báða vangi, ekki flogið af stað. Þannig að það þarf að endurskoða þessa umfjöllun og það verður gert að næsta fundi bæjarráðs og ég bara upplýsi það því að Hjördís kom inn á þetta. En annað sem mig langaði til þess að ræða hér tengist fundi atvinnu- og menningarmálanefndar. Þar í liði 3 Vatnavíkurþjóðgarður fundagerðir stjórnar og svæðisráðs. Og ég nú aðeins kannski að smygla hér ákveðnu máli inn undir þetta mál því að þann 16. júlí í sumar komu framkvæmda- og fjármálastjóri Vatnavíkurþjóðgarðs á fund bæjarráðs og fóru yfir yfirvofandi breytingar vegna sameiningar stofnana ríkisins frá sjónarhorni þjóðgarðsins. Við það tilefni gerði sú sem hér stendur athugasemd við það að tilvera þjóðgarðsins ósýnileg á Höfn þó hann kufist eiga hér í lögheimili. Og fyrir ókunna bendir ekki til þess að Vatnavíkurþjóðgarður sé hér með starfsemi á Höfn og ég búin að tala um þetta áður hér í þessari pontu. En að þessum fundi 16. júlí lofaði fjármálastjóri að brugðist yrði við með hraði og setti upp merking á eða við Nýheima þar sem aðstaða starfsmanna í dag. Síðast ég nefndi þetta hér í pontu að þá svaraði bæjarstjóri því til að hugsanlega og það stemdi að því að þjóðgarðurinn kæmi hér á fyrstu hæðina. Það bara nokkuð ljóst að það allavega ekki að gerast á næstunni og hvort sem að það gerist eða ekki, það finnst mér algjörlega bara til háborinnar skammar að við með mikilli gleði tökum á móti lögheimili þjóðgarðsins hingað til Hornafjarðar. Það lokað gestastofunni sem var hér, starfsmenn kom inn í Nýheima og það veit enginn hvar þeir eru.
að þetta er bara mánuð eftir mánuð og ef það er ekki að nálgast ár. Og ég bara vill að ítreka þetta hérna og ég ítreka það hér sitja bæði formaður og varaformaður svæðisráðs hér við borðið að það verði gengið í málið og lögheimili þjóðgarðsins verði sýnilegt. Takk fyrir, Ásgerður. Sigurjón, ætlar að gera svo vel. Forseti, ágæti bæjarfulltrúar, ég get alveg tekið undir þetta. Aðsetur þjóðgarðsins hérna í Hornafirði og ég get upplýst það að ég var á fundi í morgun þar sem að við erum að vinna með tillögur frá Líparít auglýsingastofu varðandi merkingar á stofnunum og þar á meðal eru þessar merkingar á Nýheima. Þannig ég vænti þess að fljótlega verði þetta einfaldlega lagað og að líka, og ég vil nefna það, við erum líka ekki kannski búin að merkja okkar stofnanir nægilega vel. Þegar ég kom hingað þá var engin merking á Ráðhúsinu. Það eru merkingar svona sem er ekki samræmi í og núna er allt undir og líka félagsheimilin okkar út í sveit, grunnskólinn í Hofgarði, Gamlabúð, Sundlaugin, skólarnir, íþróttahúsið, slökkvistöðin, áhaldahúsið og fleiri stofnanir og við erum vonað því að mjög fljótlega munum við kynna þessar tillögur. Þær eru að verða klárar og þar að meðal eru Nýheimar og það er stofnanir sem eru þar undir. Takk. Takk fyrir, Sigurjón. Fleiri sem er Ásgerður, gera svo vel. Já, takk fyrir þetta. Og jú, það er alveg ágætt að merkja stofnanir sveitarfélagsins mjög gott og en það er annað sko þegar að við erum að klappa fyrir því að stofnun ríkisins komi hingað inn og þegar að það er talað það að fundi að þetta sé bara, auðvitað bara græju þetta og bara ekkert mál að þá verður maður pínu pirraður yfir því. En mér langar þá líka bara að spyrja það sem að bæjarstjóri leggur mikla áherslu á að merkja öll svæði og annað slíkt. Það voru mikil áform hér miklar merkingar þegar kemur inn og út úr sveitarfélaginu. Ekki það ég tel að það sé ekki þörf á því, en mér langar bara til þess að spyrja hvar það sé statt fyrst að bæjarstjóri býður upp á umræðu þessar merkingar. Milljóna tuga merkingar út á sandi. Hvað standa þær? Sigurjón, við bjóðum þér að svara þessu, gjör svo vel. Þetta sé konar undir það. Já, takk fyrir, forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Það var nú þannig að í fyrra fengum við tillögur að merkingum inn í sveitarfélagið og ég er þeirra skoðunar og við höfum rætt þetta talsvert að við eigum að hafa merkingar sem eru okkur til sóma þegar fólk kemur inn í ríki Vatnajökuls, Hornafjörð. Og það var unnið og það var kynnt í nefndum hérna nokkrar útgáfur og þar var nú fólk búið að tala sér niður á ákveðna útgáfu og það kom síðan kostnaðaráætlun í það sem var kannski hærri en einhverju bjögust við og ég man að þetta fór nú fyrir bæjarráði á minni fyrstu viku eftir sumarfrí og það komu einhverja vöflur og efasemdir merkið. Þannig að við þurfum að taka þetta upp aftur og skoða hvort að við getum þá skala þetta eitthvað niður eða haft þetta þannig. Þetta er nefnilega svolítið snúið að merkja út á sandi. Þetta þarf að vera þannig, þetta þoli veður og vind og þetta verði í raun og veru þá ef eitthvað er fallegra eftir því sem þetta veðrast en ekki bara þetta einhvern veginn veðrist niður eins og skiltið sem er þar núna. Aðstæður eru náttúrulega sérstakar þar en líka út í Hvalnesskriðum þar myndi ég vilja setja einnig slíka merkingu og við höfum rætt þetta þannig að það er bara tilvalið að fara að taka þetta upp og þannig að sé sómi að þessu. Eins og þetta er núna er þetta ekki nægilega sýnilegt og við getum gert betur þarna. Takk fyrir, Sigurjón. Það er kannski að vekja athygli ykkar sem er hlustið á að hvaða Sigurjón er mikill Hornfirðingur. Hann talaði um Hvalnesskriður. Það er ekkert Hvalnesskriður hér. Það er ekki til. Takk fyrir þetta, Sigurjón. Orðið er laust áfram þessa fundargerð. Hjördís, gjörðu svo vel.
forseti og góðu bæjarfulltrúar. Ég ætla nú bara aðeins að taka til máls af því ég var að taka til máls atvinnu- og rannsóknarsjóð. Svo fekk ég bara póstum með glænýjum upplýsingum og sem Ásgeir kom inn á hérna líka áðan. Þannig ég hlakka bara aftur til að fá eitthvað þá nýtt fjármagn í sjóðinn og get rætt það næst út að ekki eyðum við sömu krónunni tvisvar. En það hefði verið kannski fínt að ég hefði vitað þetta áður en ég hefði orðað á sáðan. En svo var ekki. Takk fyrir Hjördís. Fleiri sem vil taka til máls? Svo er ekki því ber í þess að... Sjá, gjör svo vel, fyrirgjöf, Björgvin minn, gjör svo vel. Forseti, góði bæjarfulltrúar, svo bara nýta tækifærið, nýta tækifærið og taka til máls undir fyrsta lið í fundargerðinni. Það er atvinnu- og menningarmálanefnd og það er 4. mál á dagskrá, menningarmiðstöð. Þannig ég vil bara nýta tækifærið og bjóða nýjan starfsmann velkominn, Kristínu Völu, og leið þakka ég þeim Eirunu Helgu Ævarsdóttur og Árdísi Ernu Halldórsdóttur sem störfu á menningarmiðstöðinni, undir menningarmiðstöðinni, kærlega fyrir góð störf í gegnum tíðina. Takk fyrir. Takk fyrir Björgvin. Sjálfsögðu tökum við undir þessi orð hans. Fleiri sem vilja taka til máls? Svo er ekki, þá ber ég þessa fundargerð til atkvæða. Þeir sem henni samþykki vísast gefa merki. Samþykkt 7. Þá berum við í fundargerð bæjarráðs nr. 1150. Undir henni er ein fundargerð, það er fundargerð hafnarstjórnar nr. 269. Guðrún, gjör svo vel. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Mér langaði að taka til máls undir lið 1 í þessari fundargerð og fá að gera eftirfarandi bókun hafnarstjórnar undir lið 2 í fundargerð hennar að okkar með leyfi forseta. Hún hljóðar svo: Bæjarstjórn tekur undir bókun hafnarstjórnar og lýsir yfir þungum áhyggjum af áhrifum mögulegs loðnubrests, enda vinnsla uppsjávarafla ein af meginstoðum atvinnulífsins í Hornafirði. Ef ekki verður loðnuvertíð á næsta ári verður það annað árið í röð sem tekjutap af þeim völdum dynur yfir sveitarfélagið og samfélagið hér. Haustmælingar á loðnu gáfu þó vísbendingar að hægt verði að gefa út upphafskvóta og því leggur bæjarstjórn Hornafjarðar áherslu á að Hafrannsóknastofnun verði fjárhagslega undir það búin að fara í öflugar bergmálsmælingar í byrjun næsta árs til að hægt sé að ganga úr skugga hvort ekki sé hægt að heimila þessar þjóðhagslega mikilvægu veiðar. Það er skýlaus krafa sjávarbyggða á Íslandi að ríkisvaldi sjái til þess að jafn mikilvæg stofnun og Hafrannsóknastofnun sé fullfjármögnuð og gert kleift að halda úti öflugum rannsóknum á fiskistofnum þjóðarinnar til að hægt sé að tryggja sjálfbærar veiðar sem skipta sköpum fyrir sveitarfélögin og íslenskt efnahagslíf. Þér Guðrún, Stefanía, fleiri sem vilja taka til orðs máls undir þessu, Hjördís, gjör svo vel. Forseti og ágætu fundamenn. Ég ætla nú bara rétt að minnast hérna á mál nr. 7 undir þessa fundargerð sem er 50 ára afmæli Skjólgarðs. Mér langaði bara að óska þeim til hamingju með afmælið, hlakka til að halda næsta partí í nýju húsi. Við fórum hana nokkur í bæjarstjórn sem við fengum boð fyrir helgina og það var bara ótrúlega gaman að vera hana með þeim og við eiginlega lögðum það til að við færum hana hverjum föstudegi og dönsuðum og myndum syngja. Þetta var alveg geggjað, þannig að enn og aftur til hamingju með afmælið. Takk fyrir Hjördís. Orðið er laust. Fundargerð 1150 bæjar og Hafnarfjarðar.
þá bara ljósin slökkt. Það er engin annars sem kveður sér hljóðs. Þá ætla ég að fá að lesa aftur upp bókunina sem að Stefanía kom hér með og ber hana svo upp til atkvæða. Bókunin er þá svo hljóðandi: bæjarstjórn tekur undir bókun hafnarstjórnar og lýsir þungum áhyggjum af áhrifum mögulegs loðnubrests enda vinnsla uppsjávarsafla ein af meginstoðum atvinnulífsins í Hornafirði. Ef ekki verður á loðnuvertíð á næsta ári verður það annað árið í röð sem tekjutap af þeim völdum dynur yfir sveitarfélagið og samfélagið hér. Haustmælingar á loðnu gáfu þó vísbendingar að hægt verði að gefa út upphafskvóta og leggur því bæjarstjórn Hornafjarðar áherslu á að Hafrannsóknastofnun verði fjárhagslega undir það búin að fara í öflugar bergmálsmælingar í byrjun næsta árs til þess að hægt sé að ganga úr skugga hvort ekki sé hægt að heimila þær þjóðhagslegu mikilvægu veiðar. Það er skýlaus krafa sjávarbyggða á Íslandi að ríkisvaldið sjái til þess að jafn mikilvæg stofnun og Hafrannsóknastofnun sé full fjármögnuð og gert kleift að halda úti öflugum rannsóknum á fiskistofnum þjóðarinnar til að hægt sé að tryggja sjálfbærar veiðar sem skipta sköpum fyrir sveitarfélögin og íslensk efnahagslíf. Ég ber hér þessa bókun upp til atkvæða. Þeir sem henni samþykki vinsast gefa merki. Hún er samþykkt með 7 atkvæðum og í framhaldi ber ég fundargerðina upp til atkvæða þeir sem henni samþykki vinsast gefa merki. Hún er samþykkt með 7. Þá förum við í næsta lið á dagskrá. Það er fundur bæjarráðs Hornafjarðar nr. 1151 og undir þeirri fundargerð eru fundargerð íbúðarráðs Öræfa nr. 5, umhverfis- og skipulagsnefndar nr. 88 og svo ýmis önnur mál. Orðið er laust, gjörið svo vel. Sigurjón, við erum orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Mig langar aðeins að tala til lið 7 undir fundargerð bæjarráðs. Þar er nýr samningur sveitarfélagsins við ungmennafélagið Sindra. Það sem að hann var samþykktur og ég vil bara minna á það að Sindri mun fagna 90 ára afmæli þann 1. desember næstkomandi og þar ætlum við að svona láta vinna saman aðventuhátíðina hjá okkur sem að hefur verið mestmegnis á höndum menningarmiðstöðvar Hornafjarðar og síðan afmæli Sindra, þannig að það verður heljarna dagskrá hjá okkur þennan sunnudag. Við munum væntanlega byrja í kringum hádegið í Heppuskóla, það sem verður fjölbreytt dagskrá og mikið að vera. Það verður síðan körfuboltaleikur með ungum iðkendum þarna daginn og klukkan 4 verður síðan samvera í íþróttasalnum, það sem að verða ýmsar ræður í tilefni af 90 ára afmæli Sindra og þar að meðal skrifa undir nýjan samning. Hér er sveitarfélagið að koma af krafti til móts við okkar frábæra ungmennafélag sem er náttúrulega eitt af því sem að skilgreinir okkur sem sveitarfélag og þau hafa verið að efla sitt faglega starf gríðarlega mikið og eru með ofboðslega fjölbreytta starfsemi. Þannig að við erum bara stolt af því að geta stutt með enn öflugri hætti við þetta félag. Og svo kveikjum við á jólatrénu öll og drekkum kakó þarna 5-leytið. Þannig að ég hvet alla til þess að mæta sunnudaginn 1. desember í Heppuskóla á 90 ára afmæli Sindra og aðventuhátíð sveitarfélagsins. Takk. Takk fyrir kærlega Sigurjón. Fleiri sem vilja taka til máls? Fundargerð bæjarráðs nr. 1151. Svo er ekki, þá skulum við byrja að taka 1. des frá undir almenna hátíð hér á Höfn og svo ætla ég að bera fundargerðinu til atkvæða. Þeir sem samþykki vinsast gefa merki. Samþykkt með 7. Þá höldum við áfram dagskránni. Það er liður nr. 6. Álagningarreglur fyrir árið 2025.
Allt í góð, já. Hér var gerð smá bara athugasemd við forseta, það var hvort hann hefði gleymt einn í fundargerðinni, en svo er ekki. Aldrei þess að vant, það var forseti með þetta allt á hreinu. Höldum áfram, það er 7. liður á dagskrá, það er álagningarreglur fyrir árið 2025. Hér eru lagðar fram tillögur að álagningarreglur fyrir árið 2025. Þær eru að útsvar verði óbreytt frá því síðast það var samþykkt eða 14,97%. Fasteignaskattur á íbúðarhúsnæði verði 0,37% af fasteignamati, það er óbreytt einnig. Fasteignaskattur á opinbert húsnæði 1,32% eða óbreytt á síðast ári, eða þessu ári það fyrirgefði. Fasteignaskattur á atvinnuhúsnæði verði 1,65% af fasteignamati, það er einnig óbreytt. Og lóðarleiga verði 1% af lóðarmati, það er óbreytt. Og holræsagjald verði samkvæmt gjaldskrá, óbreytt. Vatnsgjald samkvæmt gjaldskrá, óbreytt og sorpgjöld samkvæmt gjaldskrá. Orðið er laust. Orðið er laust, hér gjörir svo vel þessar álagningarreglur tillögur. Við þessir engin hljóðs, þá ætla ég að bera það hér upp til atkvæða þeir sem eru þessu samþykki vinslast gefa merki. Það er samþykktar þessu. Þá förum við í 7. lið á dagskráni sem er gjaldskrá fræðslu og frístundasviðs 2024-2025. Og hér fjöllum við hækkun á gjaldskrám á fræðslu. Já. Óskar eftir fundarliði? Já, við erum búin að læra þetta. Stefán, þú er óskar eftir fundarliði? Já. Þetta var bara gott hlé. Já, flott, takk fyrir. Vonandi hafa þið fengið ykkur bara kaffi eins og fundarmenn hér stóðu upp og fengu sér fyllt á kaffibátan. Þá höldum við áfram. Við förum hér í 7. lið á dagskráni. Það er gjaldskrá fræðslu og frístundasviðs. Jú. Taka 3, þá höldum við áfram. Það er fullt tungl, þannig að þetta má koma með alls konar athugasemdir. Takk fyrir. Herðu, þá höldum við áfram. Það er 7. liður á dagskráni, gjaldskrá fræðslu og frístundasviðs. Hér fjöllum við gjaldskrám á gjaldskrám á fræðslu og frístundasviði sem eiga að hækka 1. janúar ár hvert. Fræðslu og frístundanefnd lagði til hóflegar hækkanir á gjaldskrám eða jafnaði kringum 3%. Eitthvað hækkaði ekkert en annað hækkaði rétt rúmlega 3%. Hér gef ég orðið laust þessar gjaldskrárhækkanir hjá fræðslu og frístund. Það er enginn sem kveður þessu hljóðs, því ætla ég að leggja til að bæjarstjórn samþykki hækkanirnar á gjaldskrám fræðslu og frístundanefndar og fræðslu og frístundasviðs fyrirgefði og þeir sem eru þessu samþykki vinslast gefa forseta gott merki. Takk fyrir. Þá förum við hér í 8, þetta var samþykkt samhljóða, fyrirgefið. Þetta förum við í 8. lið, það er fjárhagsáætlun fyrir árið 2025 og hér ætlar hann Sigurjón Andrésson bæjarstjóri að stíga í pontu og gera grein fyrir fjárhagsáætlun ársins 2025 og
og 3 ára áætlun einhver leyti fyrir 26-28. Takk fyrir. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég ætla að gera hérna grein fyrir fjárhagsáætlun sveitarfélagsins í fyrri umræðu fyrir árið 2025. Ég er með glærur sem ég ætla að styðjast við, varpa þeim hérna upp á skjáinn og ef við byrjum fyrst á að fara yfir helstu forsendur hjá okkur, að þá kom fram áðan í máli forseta, útsvarsprósenta hjá okkur er óbreytt, hún er 14,97, fasteignaskattur á íbúðarhúsnæði 0,37, við lækkuðum hann úr 0,41 árið 2021 og fasteignaskattur á atvinnuhúsnæði 1,65, það er óbreytt, holræsagjald samkvæmt gjaldskrá er óbreytt, vassgjald samkvæmt gjaldskrá er óbreytt og sorpgjöld samkvæmt gjaldskrá, það hefur verið lögð 10 tillaga 10% hækkun og það eftir að full afgreiða þá tillögu. En á þessu byggist áætlunin til fyrri umræðu. Helstu niðurstöður eru eftirfarandi að rekstrartekjur í A-hluta eru 4,50 milljónir en þær voru árið 2024 4,50 milljónir en eru áætlaðar rúmir 4 milljarðar fyrir árið 2025. Fyrirgefið, þær voru í A-hluta 2024 sem sagt er spáin sú að þær verði 4 milljarðar og þetta á að vera 2025. Það er að segja rekstratekjurnar þarna, það er einni tölu ef ég leyfi mér að fara hérna inn í og segja 5 hérna. Það var aldrei svo. Þær eru áætlaðar í A-hluta 4 milljarðar og 50 milljónir en voru áætlaðar 4 milljarðar og 16 milljónir í afkomuspá fyrir yfirstandandi ár. En það voru 3,7 milljarðar árið 2023. Ekstra gjöldin á næsta ári eru áætluð 3 milljarðar 420 milljónir og í útkomuspá þessa árs eru þær áætlaðar 3 milljarðar 211 milljónir. Þannig að rekstraniðurstaða í A-hluta árið 2025 er í áætlun hjá okkur jákvæð sem nemur 318 milljónum og í A- og B-hluta saman er ráðgert að tekjurnar verði 4 milljarðar 464 milljónir en þær voru áætlaðar 4 milljarðar 539 milljónir í útkomuspá fyrir árið 2024. Nú rekstra gjöld í A- og B-hluta á næsta ári eru síðan áætluð 3 milljarðar 647 milljónir en eru í útkomuspá áætlaðar 3 milljarðar 391 milljón. Þetta þýðir að í áætlun ársins 2025 er niðurstaðan jákvæð sem nemur 381 milljón króna. Nú gangi þessi áætlun eftir ráðgerum við að samanteki veltufé frá samstæðu í A og B verði 817 milljónum og að fjárfesting nemi 1 milljarði 477 milljónum króna. Þá er fyrirhugað að greiða langtímalán niður á árinu 2025 fyrir 134 milljónir en samhliða því verði tekið ný lán að upphæð 650 milljónir króna. Ef við förum svo aðeins á samantekt yfir helstu kennitölur, ný lán eru áætluð eins og ég sagði 650. Í fjárfestingaráætlun eru 1250 milljónir í A-hluta, 230 í B-hluta. Þetta er tæpur 1,5 milljarður sem er afskaplega metnaðarfullt fyrir sveitarfélag eins og okkar. Handbært fé í árslok er áætlað í áætlun fyrir umræðu 50 milljónir króna og framleiða hlutfallið er 18,3% sem er mjög sterkt. Nú veltufjárhlutfallið er áætlað á árinu 2025 0,97. Veltufjárhlutfall er góð vísbending skammtíma greiðsluhæfi. Við viljum vera í kringum 1 þarna og þetta er býsna góð kennitala eins og hún er þarna. Nú skuldaviðmið samkvæmt reglugerð á árinu 2025 er áætlað 50,2% en skuldaviðmið 50,2% en skuldahlutfall 75,3%. Nú veltufé frá rekstri er áætlað 18,3% á árinu 2025 og skuldaþekja 4,39
en leið og hlutfallið er hærra en 1 þarna þá bendir það til fjárhagslegs stöðugleika og eftir sem hlutfallið er hærra þá minnka líkurnar á því að ekki takist að standa við fjárhagslega skuldbindingar. Þannig að þetta er mjög sterk kennitala hjá okkur þarna. Ef við förum aðeins yfir hvernig þróunin hefur verið í rekstratekjum A og B hluta, þá sjáum við þarna frá árinu 2022 hvernig þetta hefur verið að þróast. En við sjáum líka í spá ársins 24 og áætlun 25 að fjárhagsáætlun næsta árs á tekjuhliðinni er mjög varfærin hjá okkur. Því miður getum við ekki gert ráð til dæmis fyrir loðnuvertíð og þeim tekjum sem að fylgja því bæði í A og B hluta. Þannig að við erum að fara inn í árið svona með mjög varfærna tekjuáætlun. Nú rekstrargjöld í A og B hluta, spáin, útkomuspá fyrir 2024 er svo að við endum í 3,4 milljörðum en í áætlun ársins 2025 að þetta verði komið í 3.650 milljónir. Hér er síðan rekstrarniðurstaða fyrir A og B hluta og í útkomuspá árið 2024 höfum við gert ráð fyrir því að það séu 769 milljónir sem verði jákvæð niðurstaða ársins og í áætlun 25 að afkoman sé 382 milljónir. Það ber þó að hafa í huga þarna að frá því að þessi bæjarstjórn tók við að þá höfum við verið svo heppin að við höfum ekki þurft að taka krónu að láni. Og ef að mín tilfinning fyrir bæjarsjóði er rétt, þá munum við að öllum líkindum klára þetta ár með öllum kostnaði og vera svona á mörkunum að þurfa að ganga á þá lánaheimild sem er í áætlun ársins. Ef að það næst þá er það náttúrulega mjög gleðileg niðurstaða en inn í þessari bláu súlu spá 24 að þar er ennþá áætlun 450 milljón króna lántöku. Þannig að þessi rekstra niðurstaða getur breyst heilmikið ef við þurfum ekki að ganga neitt á lánaheimild sem að hefur svo mögulega aftur áhrif inn í reksturinn á næsta ári þó að við getum ekki sett það inn í áætlun eins og staðan er. Nú handbært fé að það var í lok árs 23 179 milljónir og við gerum þá ráð fyrir því að það verði 219 milljónir í útkomuspá fyrir 2024. En aftur, ef að við þurfum ekki að ganga neitt á þessa lánaheimildi på 450 milljónir, þá mun handbært fé eðlilega lækka í árslok. Nú áætlun ársins 2025 sem er appelsínugula súlan, að þar erum við að gera ráð fyrir umræðu að handbært fé verði í 53 milljónum. Og þetta getur auðvitað tekið einhverjum breytingum milli umræðna og við þurfum að leggjast yfir það hvort að við treystum okkur til þess að stilla reikningi þannig af að við séum eingöngu með 53 milljónir sem handbært fé. En það skýrist núna á milli umræðna hjá okkur. Nú, eðlilega, hafandi ekki tekið krónu að láni síðan að við tókum til starfa hérna, þessi bæjarstjórn, þá hafa skuldirnar stöðugt verið að lækka hjá okkur og við gerum ráð fyrir því að greiða niður langtímaskuldir 281 milljón á þessu ári og 134 á næsta ári. Og ef við kíkjum þá á skuldaviðmiðin og skuldahlutfalli sem ég nefndi aðeins áðan, að þá sjáum við þarna fyrir miðri mynd spá 2024 að þar er bláa línan sem er fyrir ofan, gerum við ráð fyrir skuldahlutfalli sem er 59% á árinu 2024 og mögulega ef við göngum ekki á lánaheimildina mun þetta lækka enn. Og í áætlun ársins 2025 að miða við 650 milljón króna lántöku gerum við ráð fyrir því að skuldahlutfalli fari upp í 75%, 81% árið 2027. Það er reyndar víxlað þarna árin 27 og 26, ég bið ykkur afsökunar á því en tölurnar eru réttar en ártalið er rangt.
og 27 verði þetta þá 78% og svo 86% árið 2028. En inn í þessum tölum eru náttúrulega margar mjög stórar framkvæmdir. Við erum að framkvæma geysimikið á þessu ári og það er ágætt að hafa kannski orð á því að það eru 3 framkvæmdir sem að taka þar langmest til sín. Í fyrsta lagi ber að nefna þar hjúkrunarheimilið en sveitarfélagið mun borga 185 milljónir á þessu ári. Í lok árs fáum við reikning fyrir því og næsta ári verður sú tala enn hærri. Mér minnir að séu 250 milljónir sem við þurfum að greiða í kostnaði við hjúkrunarheimilið á árinu 2025. Nú bæði breytingarnar á Sindrabæ sem er okkar samkomuhús og tónskóli sem eru mörg 100 milljón króna fjárfesting. Hún kemur að stórum hluta inn á þetta ár en líka inn á næsta ár og stækkuninn á leikskólanum líka deilist á árin 2024 og 2025. Og þetta eru 3 risastór verkefni, viðbygging við leikskóla, 2 nýjar deildir sem að tengjast þá leikskólanum, að vísu erum við með á öðrum stað ungbarnadeild sem að fer þá að hluta til inn í þetta nýja hús og þetta er náttúrulega glæsileg framkvæmd hjá okkur, eins með Sindrabæ og hjúkrunarheimili verður náttúrulega stórkostlegt hús þó að það megi segja sem svo að það væri heppilegra ef að hús eins og hjúkrunarheimili og slíkt væri meiri hilluvara hjá ríkinu heldur en að þau þurfi endilega að vera svona flókin og dýr. En við klárum þetta með sóma og þetta verður glæsilegt. En þarna sjáum við líka tölur þarna ofan. Við sjáum sem sagt órandstöluna sem er meðaltal sveitarfélaga á Íslandi þegar kemur að skulda hlutfalli og síðan hámark samkvæmt lögum er 150%. Og á þessu má sjá bara hversu sterkur reksturinn er hjá okkur og hversu traustum fótum hann stendur. Nú veltufé að þetta er algjör lykilstærð í ásreikningi sveitarfélaga og við gerum það ráð fyrir því að veltufé frá rekstri fyrir árið 2024 verði 906 milljónir og 817 eins og áætlunin stilt upp fyrir árið 2025. Hér er svo aftur kennitöluskuldaviðmið og skuldahlutfall og þarna erum við búin að taka út hámarks skuldahlutfallið og meðal skuldahlutfall sveitarfélaga á Íslandi. Nú aðeins svona samantekt á áherslum hjá okkur að þá er þetta áframhaldandi uppbygging innviða. Við erum í umfangsmiklum fjárfestingum eins og ég rakti hér á undan. Við stöndum að sjálfsögðu vörð grunnþjónustu og forgangsröðum í skóla og velferðarmál. Við reynum að stilla álögum í hóf og almenna gjaldskrár hafa ekki hækkað hjá okkur umfram 3,5% sem er náttúrulega hluti af skuldbindingu sveitarfélagsins í tengslum við kjarasamninga sem voru í byrjun sumars undirritaðir. Nú við stöndum áfram vörð góðan og ábyrgan rekstur. Við höfum verið í mjög markvissu viðhaldi á okkar fasteignum, öllum saman. Og við höfum bætt mikið í viðhaldsramma og stöndum vel að vígi og erum komin fyrir vind í fjölmörgum viðhaldsverkefnum þó að þetta sé stöðug vinna sem þarf að hafa augun á. Við höfum viljað hafa þetta þannig að við séum í raun og veru í forvirku viðhaldi og lendum ekki einhvern veginn með allt í skrúfunni. Nú sveitarfélagið uppfyllir allar fjármálareglur og stendur vel og ég vil ítreka að frá því að þessi bæjarstjórn tók við höfum við framkvæmt mjög mikið, við höfum verið mikill í innviða uppbyggingu og við höfum ekki tekið krónaláni sem er alveg í raun og veru bara öfundsverð staða og hérna búum við að því einfallega að það er mikill kraftur í efnahagslífinu hérna hjá okkur. Við höfum verið að vaxa en það hefur allt saman verið á forsendum verðmætasköpunar. Þannig að framtíðin er björt en við þurfum áfram að passa okkur að halda vel á spöðunum og taka okkur þær bæjarstjórnir sem hafa verið hér á undan okkur sem hafa alltaf haft augun á traustum og góðum rekstri. Það er algjört aðalatriði. Þannig að ég legg fjárhagsáætlun fyrir árin 2025 til 2028 hérna fram til fyrri umræðu. Takk fyrir. Takk fyrir Sigurjón. Ég gef hér orðið laust Já, Óskar gjör svo vel.
Forseti, góðir bæjarfulltrúar. Byrja að þakka bæjarstjóra fyrir þessa yfirferð og það er kannski aðeins að dvelja við síðustu orð bæjarstjóra hér í að það er náttúrulega þetta skuldahlutfall sem við búum við hér í dag, það er ekkert úr lausu lofti gripið. Það er náttúrulega vegna þess að í bara langan tíma hefur það verið þannig að það hefur lítið þurft að taka lánum. Og það er ekkert endilega alltaf gott sko af því að auðvitað fer lántaka líka eftir því hvernig framkvæmdastigið er og annað slíkt. Það fer eftir því hvernig árferði er og annað. Og ég bara með datt nú í huga með hana bæjarstjóra verið að tala og ítreka með þessi lánamála að það væri áhugavert að það er tekið saman bara hversu á hvaða árum, kannski síðustu 10-12 árin hafa verið tekin lán hér í þessu sveitarfélagi. Og það er kannski annað sem að þá vekur athygli á því sko hvernig framkvæmdastigið getur verið. Við erum bara ákveðin eyja. En við höfum ekki þann, ef að segja lúxus eða hvað, að geta kalla til endilega alltaf iðnaðarfólk, byggingarfólk af öðrum stöðum á landinu þegar að það er, bara þegar að atvinnustig er til dæmis hátt hér í þessu sveitarfélagi. Það markast svolítið að því það sem hægt er að framkvæma að hvernig atvinnustigið er akkurat hjá bara iðnaðarfólki á þessum stað. Að því að eins og við höfum farið í gegnum síðustu ára þá eru líka, það er verið að bjóða út verk og það eru að koma tilboð sem eru bara langt út úr kú og það bara helgast að því að byggingaverktakar hafi ekki bolmagn til þess að taka að sér þessi verkefni nema þá kannski að taka að fólk sem að þarf að finna fyrir húsnæði og annað slíkt sem er náttúrulega mun dýrara heldur en það þegar að það er jafnvægi í þeirri atvinnustarfsemi á svæðinu. En það væri áhugavert að bara kasta því fram eða það væri tekið saman síðustu 10-12 ár hvernig þetta hefur verið. Og það náttúrulega er líka, og ég tek undir það bara mjög gott að vera með varfærna tekjuspá. Því það er miklu verra að fara að stað með einhverja mikla bjartsýni og svo að lenda í vandræðum frekar heldur en að fara varfærið að stað og koma svo niður með meiri tekjur heldur en áætlað var í upphafi. En þetta bara lítur alveg ágætlega út og betur heldur en það gerði á þriðjudaginn og margan hátt í þarna eru tölur sem að hægt er að styðjast við. En ég vil samt vekja athygli á því sko að í langtímaspánni, í 3 ára spánni, að þá er verið að áætla framkvæmdir fyrir 600 milljónir, 645, sem var rétt stað 645 milljónir eða fjárfestingu í varanlega og ekstra fjármunum sem að sko, þú veist, þegar við erum núna, það eru 1200 milljónir fyrir 2024, 1400 fyrir 2025, 1200 tæplega fyrir 2026 og síðan pompar þetta niður og þetta gerir mér alveg grein fyrir því að það er erfitt að spá inn í framtíðina en það er samt skildum við ætla raunhæft að það sé svipað framkvæmdastig nema eitthvað komið hreinlega upp á í þessu samfélagi þannig að prósenturnar bara tökum þar með, bara horfum að það út frá þessum tölum. Og líka er það áhugavert að það var á bæjarráðsfundi 1151 sem að reynda engin tjáðu að því þetta verkefni er náttúrulega bara í miðjum klíðum að það er hugmyndir að byggingu nýs íþróttahúss. Og þar ef að bæjarbúar hafa kynnt sér gögnin þar sem að voru opin undir þeim fundi að þá er verið að bera saman 3 möguleika og það eru kostnaður við alla 3 með mismunandi miklu inn í er hátt í, eins og bæjarstjóri myndi segja, rétt norðan við 4 milljarða. Þannig að, en við erum stolt af framkvæmdastigi hér í 1400 milljónum, þú veist, já, hvað þetta heitir, 1 milljörð og 400 milljónum, og maður sem ekki að regla þessu, sko, en áttum okkur að því að ef það fari í þessa framkvæmd, 4 milljarða framkvæmd, þá er búið að taka allt framkvæmdafé sem er samt, sko, ríflegt fyrir, sko, á 4. ár. Þannig að, og við, auðvitað það verið að tala forvirkar, viðhald og annað slíkt sko, þú veist að þetta er ekkert niður og það minnka ekkert þörfin á
því að taka ráðhúsið í gegn og ýmislegt annað sem að líka er þarna inni. Og það er í framkvæmdaáætluninni fjárfestingaáætluninni sem að þetta byggir á, er áætlað 2 milljarðar í íþróttahús. Þannig að þarna vantar upp á 2 milljarðar, þú veist, bara miðað við þessar áætlanir sem að er settar hér upp á vegg. Og gott að blessað, ég meina þetta er bara verk í vinnslu og það er alltaf svoleiðis að við leggjum fram ákveðnar áætlanir, þær taka breytingum út frá árferði og verkefnastöðu og ýmsu. En við megum ekki gleyma því að þegar við erum að gera þessar áætlanir, að ef við erum með plön verkefni upp á 4 milljarða, og svo önnur verkefni, að það þarf að hafa það inni til þess að gefa rétta mynd af því hvað er verið að tala um. Þannig að þetta vildi ég benda á hér. Það er ýmislegt sett inn í þessa fjárhagsáætlun sem bara gott, það er verið að hækka styrki, það er verið að launaáætlun er aukning á leikskóla sem að samt kom ekki alveg nógu vel fram hjá okkur í vinnunni. Eitt sem ég langar til þess að ítreka hér að það frá síðasta ári að þá voru við framsóknarmenn með spurningar ákveðnar breytingar í skipuritið sem að krafðist launabreytinga og það átti eftir að fara í gegn starfsmat á starfi sviðsstjóra mannvirkjasviðs. Það voru farið inn í þessar breytingar með mjög litlum breytingum á launum en síðan kemur í ljós að það þarf að fara í starfsmat og það var óskað eftir því að þær upplýsingar þegar þær kemur fram að þær yrðu lagðar fram hver breytinginni væri þá, hver mismunurinn væri að því að vera með eitt sviðsstjóra umhverfis- og skipulagssvið sem var með allt sviðið og síðan þessi breytinga skiptaði upp í 2 hluta. Þær upplýsingar hafa ekki komið fram ennþá og það væri bara áhugavert fyrir þessar breytingar á launaáætlun og hvað það fellur þar inni. Þannig að ég ítreka þá ósk. En þetta er verk í vinnslu og það er bara nokkri punktar sem ég langaði til þess að benda á inn í áframhaldandi vinnu fram að síðari umræðu í bæjarstjórn. Takk fyrir, Ásgerður. Eyrún biður orðið, gjörðu svo vel. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Já, mér langaði kannski bara aðeins að skjóta inn í bregðast við því sem Ásgerður sagði. Það er rétt, þetta er verk í vinnslu. Ég er ekki með tölurnar það hversu mikið lán við höfum tekið á síðustu 10 árum, en á síðustu 5 hefur sveitarfélagið eingöngu tekið lán árið 2021. Það voru 450 milljónir í lántöku þá. Síðan hafa ekki verið tekin önnur lán. Ég er sammála Ásgerði því að það er mjög margt gott inn í þessari fjárhagsáætlun og ég hlakka mikið til þess að vinna hana áfram með bæjarstjórn og þegar hefur verið boðað til vinnufundar bæjarstjórnar þetta og ég bara hlakka mikið til þeirrar vinnu. Mér langaði kannski aðeins að snerta á íþróttahúsinu. Það er alveg rétt að kostnaðarmatið sem við vorum að fá frá Verkís er mjög hátt. Hins vegar er þetta bara mjög nauðsynleg gögn inn í þessa vinnu og við munum halda áfram að vinna þetta. Það er ljóst að það er þörf á innviðauppbyggingu í íþróttamannvirkjum en hins vegar einnig á sama tíma ljóst að 4 milljarðar eru mjög hátt með við þær tölur sem við erum að sjá í framkvæmdaáætluninni okkar. Þannig að þetta þýðir þó ekki við sem á baki dottinn, við höldum áfram að vinna að íþróttahúsinu enda gerir fólk kröfu það að hér geti börnin sín búið og stundað íþróttir alveg eins og við stefnum öll að. En það er ljóst að það þarf að vinna þetta töluvert meira og við munum bara gera það öll saman. Takk. Takk fyrir, Ásgerður. Nei, þú heitir Eyrún, já, fyrirgefðu. Þakka þér samt líka, Ásgerður. Fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið? Svo er ekki, því ætla ég að leggja hér til að við vísum fjárhagsáætlun árið 2025-2028 til síðari umræðu í bæjarstjórn. Því þeir sem eru þessi samþykkir vinstast gefa merki. Það er samþykkt með 7. Þá förum við hér í liði númer 9 á fundinum sem er umsókn framkvæmdaleyfi fráveita á Höfn.
Sveitarfélagið Hornafjörður sækir hér með framkvæmdaleyfi fyrir 4. áfanga uppbyggingu fráveitukerfis Hafnar. Framkvæmd felur í sér að koma fyrir skólplögn frá núverandi brunni úr öðrum áfanga sem staðsettur austan við Ásgarð eða Ránarslóð 3, vestur með Ránarslóð að Sandbakkavegi og enda sunnan við Sandbakka 1. Skólplögn meðfram Ránarslóð mun koma til með að liggja utan núverandi gangstéttar göngustígs fyrstu 80 metrana og síðan leggur hún út í Höfðavík og liggur þar sunnan við núverandi göngustíg meðfram Ránarslóð að Sandbakkavegi og liggur síðan að lokum við hlið gangstéttar göngustígs meðfram Sandbakkavegi. Einnig að ræða að tengja fráveitulagnir frá Bogaslóð við nýja skólplögn. Að ræða grafa fyrir lögnum, þar að segja skólplögnum og brunnum, ásamt rofavörn meðfram Ránarslóð, útvega lagnaefni, leggja lagnirnar, sanda í kringu þær að fylla í lagnaskurð og jafna út fyllingu og ganga frá yfirborði. Hluti að lagnarleiðinni undir gangstétt eða göngustíg sem þegar búið að leggja og eru klæddir með malbiki, en að mestu hluta liggja lagnirnar við hlið göngustígs og utan í malar og grjótbakka meðfram Ránarslóð. Verkið inniheldur einnig rofvarnir utan á núverandi fyllingu undir götu og gangstétt meðfram Ránarslóð. Að ræða að koma fyrir burðarhæfri fyllingu utan á hana kjarna og þar utan á grjótvörn samkvæmt teikningu og verklýsingu. Verkið inniheldur einnig sögun, rif og förgun á malbiki og sem getið til í magnskrá. Hér gef ég bara orðið laust þessa fínu óskum framkvæmdaleyfi og fráveitinu hérna. Bara ánægilegt. Það biður enginn orðið. Ég ætla því að leggja til að bæjarstjórn samþykki að veita framkvæmdaleyfi samkvæmt 13. grein skipulagslaga. Engar líkur á fornminjum á svæðinu og því ekki þörf á umsókn Minjastofnunar. Þeir sem eru þessu samþykki vinsast gefa merki. Samþykkt með 7. Þá förum við út á Mýrar og Björgvin ætlar að víkja. Björgvin Óskarsson vék að fundi. Sigurjónsson segir Björgvin Óskar. Það er tjörn 4, fyrirspurn til skipulagsstjóra, erindi dagsett 15. október árið 2024 þar sem Agnar Ólafsson sendir inn fyrirspurn vegna fyrirhugaðra landskipta á jörðinni Tjörn Holtar 2. Óskar eftir áliti sveitarfélagsins hvort fyrirhuguð landskipti og uppbygging samræmist skipulagsáætlun sveitarfélagsins. Svæðið er landbúnaðarland samkvæmt gildandi aðalskipulagi og ekkert deiliskipulag er í gildi. Ný lóð mun vera 4,3 hektarar og er fyrirhugað að reisa þar íbúðarhús. Gef fyrir orðið laust, gjörið svo vel. Það kveður sem engin hljós. Því leggur til að bæjarstjórn geri ekki athugasemdir við afmörkun lóðar og skiptingu hennar úr upprunalandi enda samræmist hún skipulagsáætlunum og telur að stofnun lóðarinnar hafi ekki áhrif á búrekstrarskilyrði jarðarinnar samkvæmt 6. grein jarðalaga númer 81 árið 2004. Þeir sem eru þessu samþykki vinsast gefa merki. Samþykkt samhljóða með 6. Björgvin, það er búið að afgreiða þetta. Nú gengur Björgvin í salinn. Nú fyrir við í lið nr. 11, það er landskipti í Flatey. Lögðu fram fyrirspurn frá Flateyjarbúinu hvort skiptingu lands samræmist skipulagsáætlun sveitarfélagsins. Fyrirhugað er að klára framkvæmdir á mannvirki sem ætlað var sem kornhlaða. Til stendur að afmarka sérstaka lóð 1 hektara úr landi Flateyjar, númer 1160084, undir mannvirkið og ljúka við byggingu þess en með breytingum frá upprunalegum áætlunum. Orðið er laust, gjörið svo vel. Kveður sem ekki hljós, því leggir til að bæjarstjórn geri ekki athugasemdir á afmörkun lóðar og skiptingu hennar upprunalandi, enda samræmist hún skipulagsáætlunum og telur að stofnun lóðarinnar hafi ekki áhrif á búrekstrarskilyrði jarðarinnar, samanber 6. grein jarðalaga númer 81/2004. Þeir sem þessu samþykki vinsast gefa merki. Samþykkt með 7. Þá förum við hérna inn á
Silfurbotna, byggingarleyfisumsókn Silfurbotnar 1, 3 og 5 að Raðhús. Sótturum og Björgun ætlar að víkja. Sóttur byggingarleyfi til að reisa steinsteypt þriggja íbúða raðhús. Það er svolítið munur á. Já. Sóttur byggingarleyfi til að reisa steinsteypt þriggja íbúða raðhús á lóðinu Silfurbotn 1, 3, 5. Áform framkvæmdir og frávik frá deiluskipulagi var grenndar kynnt í samræmi við 43. grein skipulagslaga nr. 123 árið 2010 frá 2. september með athugasemdafresti til 30. september árið 2024. Málinu var frestað 2. október 2024 var málinu frestað. Lögð eru fram ný gögn varðandi umsóknina ásamt óverulegri deiluskipulagsbreytingu. Þá bara vekjum við orðið laust ef einhver vil tjá sig þessa breytingu. Brugðist hefur verið við athugasemdum sem framkomu í grenndarkynningu. Því ætla ég að leggja til að bæjarstjórn samþykki að veita undanþágu frá skilmálum gildandi deiliskipulags um þéttingu byggðar í innbæ samkvæmt 3. málsgrein 43. greinar skipulagslaga nr. 123/2010 þar sem svo óveruleg frávik að ræða að hagsmunir nágranna skerðast í engu hvað varðar landnotkun, útsýni, skuggavarp eða innsýn. Þeir sem eru þessu samþykki viljast gefa merki. Samþykkt með 6 atkvæðum. Þá förum við í lið númer 13. Ætlar Björgvin að ganga í salinn eða? Björgvin mætur. Það er mál númer 13. Hringvegur Hornafjörð, breyting á tengingum, beiðni umsögn vegna matsskyldu. Tekinu fyrir beiðni frá Skipulagsstofnun dagsett 9. október árið 2024 umsögn vegna fyrirspurnar matsskyldu vegna áforma að gera hringtorg í stað 2 gatnamóta á vegakaflanum milli Hafnar og Nesja. Framkvæmdin í samræmi við aðalskipulag sveitarfélagsins Hornafjarðar árið 2012 til 2030. Ekki fyrir orðið laust, gjörðu svo vel. Við þessum ekki hljóðs, forseti, því ber ég hér upp þessa eftirfarandi bókun. Bæjarstjórn telur að nægilega sé gerð grein fyrir framkvæmdinni, umhverfi hennar, umhverfis áhrifum og mótvægis aðgerðum. Bæjarstjórn telur að framkvæmdin skuli ekki háð umhverfismati að teknu tilliti til viðmiða í öðrum viðauka laga umhverfismat, framkvæmda og áætlana. Framkvæmdin framkvæmmisleyfis skyld. Hér ber ég þessa bókun upp til atkvæða þeir sem henni samþykkir og sérst gefa merki. Þá bókunin samþykkt. Þá getum við haldið áfram. Þá förum við í landeignaskrá, Breiðabólsstaður, ný lóð. Óskað eftir að stofnun verði ný lóð úr landi Breiðabólsstaðar undir fjarskiptamastur. Áður var sótt heimild fyrir stofnun 100 fermetra lóðar. En nú ljóst að lóðin þarf að vera 280 fermetra að stærð. Orðið laust, gjörðu svo vel. Við þessum ekki hljóðs því legg ég til að bæjarstjórn geri ekki athugasemd við afmörkun lóðar og skiptingu hennar og upprunalandi enda samræmist hún skipulagsáætlunum og telur að stofnun lóðarinnar hafi ekki áhrif á búrekstrarskilyrði jarðarinnar samanber 6. grein jarðalaga nr. 81/2004. Ég byrði ykkur ekki greiða atkvæði með þessum samþykki við sérst gefa merki. Samþykkt með 7. Þá förum við hér í síðasta liðið á dagskránni í dag. Það liðið nr. 15. Hreinlætis aðstaða á tjaldstæði og höfn, breytingar á aðalskipulagi. Sótt leyfi fyrir hönd þjónustumiðstöðvar SKG ehf. Til að setja upp 2 gáma fyrir salernis og baðaðstöðu á tjaldstæðinu og höfn. Orðið laust, gjörðu svo vel. Hvað þessi engi hljóðs? Ég legg til að bæjarstjórn samþykki að gera óverulega breyting á deiliskipulagi tjaldsvæðis og íbúðarsvæðis við Fiskhól samkvæmt í samræmi við 2. málsgrein 43. greinar skipulagslaga þannig að heimilt verði að staðsetja á lóðinni gáma fyrir salernis og baðaðstöðu tímabundið þar til viðbygging þjónustuhúss hefur risið og að tillagan feli í sér óverulega breytingar á notkun, nýtingarhlutfalli, útliti og formi svæðisins
og að breytingin hafi í engu áhrif á hagsmuni í grennd og því ekki þörf á grendarkynningu samkvæmt 44. grein skipulagslaga. Þeir sem eru þessu samþykki virðast gefa merki. Samþykkt með 7. Fleira höfum við þá ekki á dagskránni hér í dag og ætla ég þá að slíta þessum ágæta fundi og þakka ykkur kærlega fyrir